Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar, velkomin í sama viðtalið. Takk. Svo við vindum okkur í þetta, það var kjósað það 29. ágúst hvort eigi að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Af hverju finnst ykkur mikilvægt að fólk segi já? Svo við sjáum hvaða árangri við getum náð í samningaviðræðum við Evrópusambandið. Í dag vitum við það ekki. Þannig að ég tel það að vera það mikilvægasta sem að á borð okkar hefur verið borið bara mjög lengi. Í þessum kosningum er ein manneskja eitt atkvæði og þarna fáum við bara öll sama vægið að fá að segja okkar skoðun hvort að það eigi að setjast niður við borðið þar sem að hlutinni gerast. Ef að þú hittir mannesku sem að hallast að því að greiða nei í þessar atkvæðagreiðslu, hvað myndur reyna að segja við hann alltaf sannfæran að skipta skoðun? Já, ég myndi segja að við þurfum ekki að óttast samningaviðræður. Það sem er undir er að fá að vita. Við erum að óska eftir að fá að vita hvað er í þessu, hvaða samningar, hvernig þeir munu líta út. Ef að það nást samningar, þú veist, svo getur vel verið bara að viðræðum sé slitið eins og í öllum samningaviðræðum. En ég auðvitað vinn við samningagerð í vinnunni minni á hverjum degi og maður á alltaf að kanna grundvöll þess að ná samningum. Við erum að tala samband sem að við erum að stórum hluta í. Þannig að við erum nú þegar í mjög mikilli samvinnu við öll þessi Evrópuríki. Þannig að mér finnst í rauninni svona óskynsamlegt af okkur að neita að skoða hvað frekari samvinna gæti gert fyrir okkur. Þegar við hljótum alltaf að vera að horfa á þetta út frá okkar hagsmunum fyrst og síðast. Hvað maður í mögulegt já, því að það hefur verið bent á það að þetta er ekki ókeppis, þú fer ekki inn í þessa viðræður, það kostar að fara í þessa viðræður, það er beitt kostnaður, það er óbeitt kostnaður bara í tíma stjórnkerfisins, stofnana, ýmis annara sem þurfa að fara í alls konar vinnu til þess að sinna þessum viðræðum og eru þú ekki að sinna öðrum verkefnum á meðan. Heldurðu samt að það sé þess virði? Já, algjörlega, ótvírætt. Því að ég lít svo á og hef bara kynnt mér þetta starf sem á sér stað þarna og sé hvernig Evrópuríkjunum farnast og afstöðu íbúa í aðildarríkjum Evrópusambandsins sem er mjög jákvæð, þá held ég tvímælalaust að það sé í þágu okkar hagsmuna að ganga alla leið, að fara inn í Evrópusambandið og vera við borðið, vera þjóð meðal fullvalda þjóða þarna við þetta borð sem að tekur ákvarðanir okkur og kostnaðurinn já en ég held að á endanum munum við koma út í plús. Hvað er stærsta vandamál á Íslandi í dag sem þú heldur að aðild að ESB myndi leysa? Ég held að þetta sé stórt hagsmunamál fyrir allan almenning á Íslandi, sérstaklega þegar kemur að kostnaði við að koma sér þaki yfir höfuðið. Vaxtakostnaður er gríðarlegur, hann er umtalsvert hærri heldur en í öllum öðrum löndum og það er ekki hægt að réttlæta það bara með háum launum. Það húsnæðiskerfi sem við erum með hér, það bara, ég meina það hrista allir hausinn yfir því hvernig við erum að borga húsnæðið okkar 4 sinnum yfir ævina á meðan að aðrir eru ekki með það, bara þetta litla atriði að losa okkur úr þessum hlekkjum vaxta og mjög svo rokkandi gjaldmiðils. Ég held að það sé í mínum huga stærsta verkefnið og mikilvægasta. Ég meina ég á 4 börn, 2 þeirra hafa keypt sér fasteign. Önnur hefur ekki efni á því að búa í fasteigninni þannig að hún þarf að leigja hana út einhver ár til þess og búa heima til þess að reyna að fá að búa í eigninni sem hún var að kaupa og það var mjög áhugavert að fylgjast með til dæmis því ferli þegar hún fer í bankan og kemur heim og sér hvernig lánið reiknast og að því hún hafði bara ekkert verið að fylgjast með þessu áður, hafði aldrei tekið lán áður og
hún skildi bara ekki hvernig getur staðið á því að þú kaupir eign á einhverju fjárhæð og þú þarft að borga hana 4 sinnum tilbaka til bankans. Þannig að hún vil gangi í Evrópusambandið til að losna við krakkan. Já, til dæmis. Nákvæmlega. Nei, ég menna í alvöru. Þú veist, þetta þekkist ekki í Evrópu. Nei, en það er þannig... Þetta er grundvallar réttindi að eiga þak yfir höfuðið og það er bara fullt af fólki sem að bara getur það ekki. En þetta er flókið orsakasamingi, því að þegar maður skoðar hvernig þetta hefur þróast í löndum sem hafa gengið í Evrópusambandið, vissulega virðist að vera þannig að langtímavextir hafa yfirleitt farið niður, en sveiflur í hagkerfinu mið oft bara miklu frekar bara af því hvað er að gerast innanlands og í innanríkis fjármálum og ákvörðunum sem eru teknað þar heldur en endilega Evrópusambandsaðalinni sem slíkri. Af hverju eru þið svona vissum að það í gangi í Evrópusambandið muni leiða til lægri verðbólgu, lægri vaxta? Ég meina, er þetta fast í hendi eða er þetta bara draumsýn? Nei, við erum með fordæmin fyrir framan okkur og það hefur sýnt sig að þetta er það sem gerist. Í byrjun þá er það Evrópski Seðlabankinn ef að svo fer að þetta verði raunin og að sótt verði þetta, þá er það Evrópski Seðlabankinn sem að byrjar á því að koma og aðstoða ríkin við að ná þessum stöðuleika sem er mikilvægur. Ástæðan fyrir því að við þurfum að vera í þessu umhverfi, þessu rokkandi umhverfi er meðal annars af því að Seðlabankinn þarf að halda í mjög mikinn gjaldeyrisforða til þess að verja krónuna og við erum alltaf í því að verja þessa krónu sem hún er svo smá og er ekki tengd við neitt og það eru þetta vandamálið en það er líka við getum ekki þetta er lítið hagkerfi og við erum ofta bregðast við utan að koma til sveiflum sem við þyrstum að gera hvað sem það er COVID eða Grindavík eða hvað það er. Ég meina, við það er gott að tekur þessi dæmi af því að ef að við fengum auðvitað mikið stuðning frá Evrópu í COVID að þá vorum við tekin inn þegar kom að því að vera í forgangi varðandi bóluefni og þess aftar og fengum einhvern veginn að teika Evrópusambandið þó við værum ekki þarna inni nema bara aðilar EES og fyrir það er ég mjög þakklátt. Þegar þú talar um aðra eins og til dæmis Grindavík að þá er líka kerfi í Evrópusambandinu að ef að að ræða svona mikla náttúruhamfarir eins og við lendum í og er ekki víst hvort það sé alveg liðið að þá kemur einmitt Evrópusambandið með mikinn stuðning inn á það svæði og það hefðu við fengið á sínum tíma ef við værum inni. Þannig að þetta snýst ekki bara bankalánun okkar. Þetta snýst ákveðið svona kerfi, samstarf ríkja, fullvalda ríkja þegar kemur að ýmsum verkefnum sem að ríkin þurfa að takast á við. Við erum auðvitað líka að tala öryggis- og varnarmál. Þú veist, við erum herlaus þjóð og við verðum áfram herlaus þjóð. Það er þannig. Það er ekki til neitt sem heitir Evrópuher til dæmis. En við erum að horfa á tíma núna sem eru svona bara frekar svona ókveikjandi verður að segjast í alþjóðamálunum og þá er nú eins gott að við séum þétt upp við ríki sem eru lík okkur og eru í næsta nágrenni. Snúum okkur aðeins á öryggis- og varnarmálum af því að þessi umræða sem hefur svokallan Evrópuher hefur verið mjög áberandi sérstaklega samfélagsmiðlum svona síðustu vikur og mánuði og það er ekkert hægt að neita því að það er alveg sterk öfl innan Evrópusambandsins sem myndu vilja sjá þessa þróun eiga sér stað að Evrópa einhvern veginn sameiginlega myndi koma sér upp svona herafla hvað sem man mun síðan heita að lokum heldur að það verði niðurstaðan og ef svo gæti svo stað að teiknast upp að Ísland eða Íslendingar eru einhvern veginn þvingaðir til þess að taka þátt í því? Nei, við erum ekki með herr og þegar Ísland var síðast í umræðum eða viðræðum við Evrópusambandið þá lá þetta alveg ljóst fyrir. Við erum aðilar að NATO og þar vita allir að við erum herlaus þjóð og það er þannig. Hins vegar höfum við tekið þátt í ýmsu samstarfi til dæmis að vegum NATO bara á annan hátt og við förum í allskyns verkefni þó að við séum ekki að skaffa hermenn. Það er bara þannig og ég sé ekki að það komi til með að breytast neitt og ég heyri það bara að það er ekkert inn í myndinni sko. Þannig að þetta er svona eina af þessum tröllasögum sem að ganga núna og bara til að ala ótta, ég meina það eru tilfinningarnar og ég skil það vel að fólk einhvern veginn bara grípur það og hugsa bara, nei, þetta er óhugsandi en
Ég meina, það er ekki hægt að skikka okkur til þess að vera með her. Við erum með annars konar. Við höfum verið að hjálpa, senda fólk í ýmsar björgunar aðgerðir út heim þegar það eru hamfarir. Ég meina, þessi Haiti og víðar, sko. Þannig að við höfum verið bara í því meira. En sko, talandi varnir Íslands, þegar nú það þannig, við erum auðvitað með þannig tvíhliða samning við Bandaríkin sem að í rauninni gengur út á það að Bandaríkin munu sjá okkar varnir ef að til þess kæmi. Það nokkuð ljóst að sá samningur myndi breytast verulega, líklega bara falla niður ef Ísland gengi í Evrópusambandið. Hver ætti að sjá varnir Íslands ef við förum að það inn? Já, það er ekkert endilega alveg víst að það muni falla niður, en það er eiginlega ekkert í hendir. Líklegt að Bandaríkin myndi vilja verja Evrópusambandsríki, er það ekki svona, er það ekki Nei, en ég menna það er bara í rauninni ekkert í hendi núna, Baldvin. Við erum á þannig tímum og það er forseti í Bandaríkjunum sem að svona það er ekki alveg hægt að treysta því að það sem sagt í dag standist eftir helgi, bara því miður. Og ég heyrði af sérfræðingur í Evrópurétti sem var á fundi í Noregi daginn og þar voru allir mjög hissa á því að við hefðum ekki meiri áhyggjur og það væri ekki meira í umræðinu á Íslandi að bandarísk stjórnvöld hafa lýst í yfir að Ísland sé líka á kortinu. Það sé ekki bara Grænland heldur líka Ísland. Og hvað eru þið að gera til þess að verja ykkur gagnvart því? Þeirri yfirtöku. Þið eru með þennan samning. Já, reynda konu yfirlýsingum að þau ætluðu að virða þennan samning, heldur utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafa nú sagt það daginn. En sko þannig eru bara normenn sem segja bara hvernig stendur á því að þið eru svona rólega við því. Og það kann að vera því að við höfum ju aldrei verið beinlínis hertekin. Þannig að við erum ekki með þetta svona í DNA-inu okkar. Við höfum verið bara nokkuð svona örugg þó að við höfum verið með hermenn vissulega, bæði bandaríska og frá öðrum þjóðum. En sko þetta er bara raunveruleg staða og þá er nú spurning að svona standa nærri líkum þjóðum og líka bara sem eru nágranna lönd okkar. Þó við séum ein úti. Eitt af þeir sem að, sko, andstæðingar Evrópusambandsins og þeir sem að vilja þjóðin sig nei í 29. ágúst, eitt af þeir sem að segja er að það að ganga í Evrópusambandið feli í sér afsal á fullveldi, afsal á valdi til stofnana Evrópusambandsins. Er það ekki bara rétt? Jú, það eru þetta verið að afsala valdi. Við gerðum það þegar við urðum aðilar að EES að ákveðnu leyti, en við erum ekki að afsala okkur fullveldinu. Það er bara alls ekki þannig. Þetta er samstarf 27 fullvalda ríkja og Ísland verður áfram með alþingi. Það eru lög sett áfram á þjóðþingunum. Þjóðþingin eru að setja fjárlög og ýmis konar lög varðandi almannatryggingar þó að tryggingar séu líka í ákveðnu samstarfi. Það má ekki brjóta ákveðnar reglur varðandi íbúa á EES-svæðinu og ESB-svæðinu að þá ákveðum við hvaða vermiða við setjum á hverja aðgerð, hvort sem það heitir fæðingar, orlof eða annað. En sko við erum ekki að afsala okkur dómsvaldi, það haldi áfram að vera starfandi dómstólar þó að við séum líka með Evrópudómstól í öðrum málum, í tilteknum málum, þannig að það er aðeins verið að svona þetta er bara flókið. Já, þetta er bara flókið, Baldvin, og þú átt ekki að þurfa að vera sérfræðingur í Evrópurétti til þess að greiða atkvæði í haust. Þetta er ekki þannig, en ég hef smá áhyggjur af því að það er verið að þyrla upp svo miklu ríki sem að annað í rauninni og líka bara hreinlega ósannindum sem að mér finnst ekki gott af því að þjóðin á skilið að þetta sé bara hófstilt umræða þar sem að fólk getur bara kynnt sér málin og fólk er ekki fíbl. Við erum mjög vel upplýst þjóð og læs og klár og við eigum ekki að vera að reyna að blekkja fólk. Ég held að þetta snúist þessa einföldu spurningu ef Evrópusambandið tekur ákvörðun sem er neikvæð fyrir Íslendinga eða íslenska þjóð, af hverju ættu við að sætta okkur við? Ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun
og við erum ekki í Evrópusambandinu, þá höfum við ekkert það að segja. Ef að Evrópusambandi tekur ákvörðun og við erum við borðið, þá getum við haft áhrif á þá ákvörðun. Vandinn núna er að við erum hluti af EES og sem EES-ríki þá setjum við fram á gangi þegar ákvarðanir eru teknar. Af því að við þurfum, hvað sem okkur líka það betur að vera, að taka upp ógrynni af regluverki, alls konar reglur sem að við höfum ekki fengið að vera við borðið þegar voru teknar ákvarðanir skilurðu. Og þar verðum við líka að geta nota okkar sérstöðu. Að segja bara, heyrðu, fyrirgefið, þetta á bara ekkert við hérna okkur. Eða eitthvað sem er svona stórt prinsipmál. Og þetta er alveg svo gerist bara á þjóðþingum eða hvar sem er, við hvaða samningaborð sem er, að þar er verið að taka ákvarðanir og þar þurfa öll sjónarmiðin að koma. En hvað myndur segja við þá sem að benda á það réttilega að innan Evrópusambandið sé nú mun meiri umræðum það að fækka þeim tilfellum þar sem neitunarvald allar þjóða gildi, það er að takmarka möguleika nýrra aðildaríkja til þess að hafa jafn mikil áhrif, menn eru að vísa á fordæmi frá Ungverjalandi, menn óttast ekkert að þetta getur orðið niðurstaðan að áhrif Íslands verði ekki jafn mikil eins og kannski á blaði þau mögulega getur verið? Nei, ég held að það verði ekki þannig með Ísland, af því það eru líka ákveðnar reglur auðvitað bæði fjölda inn í þinginu, Evrópuþinginu, en svo er það auðvitað ráðið sem að er þar er bara eitt land, eitt atkvæði. Þannig að þar eru við alveg jafn stór og bara Þýskaland. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því og svo er það framkvæmdastjórnin, þannig að við erum með mjög sterka þáttakendur á þessu sviði þó að við séum með 6 þingmenn á þessu stóra þingi og þingmennirnir, þeir vinna ekki eftir landsdeildum, þannig að þetta er ekki þannig að allir þingmenn Frakkland sitji saman. Alls ekki. Þeir dreifast inn í flokkagrúpur sem eru þá þetta hægri og sósíalistar og græningjar og þess áttar. Þannig að það er þannig sem að Evrópuþingið vinnur. Það vinnur eftir svona málefna sviði og pólitík, bara þar er pólitíkin. Þannig að ég er svo sannfærð það að það sé betra fyrir okkur að fá að vera við borðið, eins og til dæmis í ráðinu, þar sem ákvarðanir eru teknar í staðin fyrir, eins og það núna, að þurfum einhvern veginn bara að taka á móti þeim og svo innleiða og við erum auðvitað í miklum halla þar. Við erum ekki að standa okkur nú vel þar. En ef við horfum á til hvers þetta gert, af hverju erum við aðilar að EES og af hverju erum við að horfa á þetta? Þetta eru reglur sem eru fyrir almenning í rauninni. Það er verið að tryggja ákveðir lágmarksréttindi fyrir almenning gagnvart ríkinu, Þannig að ég lít svo á að það er þar sem að við eigum að stilla okkur upp, að vera í þá almenningsfrekar en hitt. Aðeins að því við erum að tala áhrif sem við getum haft, aðeins með sjávarútveginn, af því að það hefur nú kannski verið talið svona stærsta hindrunin í hugum margra fyrir því að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið, þar að segja að yfirráð yfir fiskveiðiauðlindinni myndi færast á landi. Er það ekki þannig? Og ef ekki, hvernig getur við fullvissa þá sem að telja að yfirráðin myndi fara á landi og við myndum bara missa yfirráðin yfir fisknum, hvernig getur við fullvissa það fólkum að við myndum einhvern veginn halda þessum yfirráðum? Við þurfum í fyrsta lagi að vita það að það er tvennt ólíkt hvort er að ræða staðbundna stofna eða flökkustofna. Þetta er ótrúlega, þetta er flókið, en þetta er samt þannig að við erum að veiða ýsu og þorsk og svona og það eru svo kallega staðbundnir stofnar og þeir eru við vitum hvar þeir eru við Íslandsstrendur og það eru engir erlendir aðilar sem að eiga kvóta á þessu svæði. Það er bara ekki þannig og það er alltaf hort á veiðireynslu, það eru reglurnar í Evrópusambandinu, hortið til veiðireynslu, hverjir hafa verið að veiða þarna og það eru bara þessi sjávarútvegsfyrirtæki sem eru núna, sem að myndu þá áfram fá að veiða þar. Það eru aðra reglur varðandi flökkustofnana. Þar eru við að tala um þetta makríl og síld og ufsa og það er þar sem að hnífurinn stendur í þorskinum
að það er þar sem við þurfum að semja hvað er með þessa flökkustofna, hverjir fá að fara og veiða í þessum stofnum og munum við fá að veiða þá flökkustofna annar staðar. Af því að það er það sem að verður stóra samningaatriðið. Sko við vitum að Evrópusambandið hefur verið mjög ósátt við hvað Íslendingar veiða mikið úr þessum stofnum og hefur gert ítrekkaðar athugasemdir við það. Ég meina, verður það ekki fyrsta krafa þeirra að Íslendingar fái minna í sinn hlut? Ég veit það ekki. Við erum ekki byrjuð í samningaviðræðum. En við höfum eins og heyrt hvað þau hafa sagt. Ég meina það er hort til viðreynslu. Hafró mun áfram vera með vísinda þáttin í þessu að skoða vísindin og skoða hvað má taka mikið, hvað má veiða mikið úr sjónum. Þannig að það er þar sem að kvótin, heildarkvótin er ákveðin. Það er ekki einhver skrifstofa einhversta rannastar út í heimi sem er að rannsaka þetta. Þannig að það er alltaf í öllum ríkjunum hvert ríki með sitt hafró sem að ákveðu hvað má veiða mikið. En ég meina þetta er það sem að þarf að semjum. Það er þannig. En það sem að þarf líka að skoða er þetta með eignarhaldið á sjávarútvegsfyrirtækjunum. Af því að eftir því sem ég skilst að þá mega núna erlend fyrirtæki eiga hvað 30% eða eitthvað í sjávarútvegsfyrirtækjunum sem að notabenni mörg hver ger upp í evrum, ef ég skil rétt. Þannig að það er alls konar svona hlutir sem að þarf að skoða. En þetta er einmitt það sem að gerist í samningaviðræðum. Við getum haldið áfram að rífast þetta endalaust, en við fáum eins og staðreyndirnar á borðið með því að segja já í ágúst. Það er það sem skiptir máli. Rétt að lokum. Nú segja andstæðingar aðildar að með því að vera í EES en fyrir utan ESB þá fáum við það besta úr báðum heimum. Er það þannig? Já, ef þú vilt hafa lítil áhrif og ef þér finnst það best að vera ekki boðið inn í herbyggið þar sem að reglurnar ákvarðunar eru teknar, að þá kann að vera að ég verði sammála þessu. Ég vil frekar að við höfum sterka aðila inni í herberginu þar sem að ákvarðunar eru teknar sem að tryggja okkar hagsmuni alla leið. Ég held að það sé miklu betra. Helga Vala Helgadóttir, varaformaður Evrópuhreyfingarinnar. Takk fyrir að koma saman viðtalið. Takk.